Kennslusvið Háskóla Íslands fer með sameiginleg málefni sem varða kennslu og nám, svo sem inntöku og skráningu stúdenta, mat á námi, náms- og starfsráðgjöf, kennslumál og próf. Eitt af mikilvægari hlutverkum kennslusviðs stuðningur við kennara, svo sem aðstoð við fræðileg skrif bæði á íslensku og ensku, kennslufræðileg aðstoð við hönnun námskeiða, stuðningur við uppsetningu námskeiða í Canvas og rafrænna prófa í Inspera. Svo allt í einu bara auðvitað að þarna var fólk sem hafði óbúslega mikið áhuga á því hvað ég væri að gera, ekkert endilega á efninu, heldur hvernig ég miðlaði. Þá fengum við þjónustu frá prófaskrifstofu við að koma bankanum úr forritinu sem við vorum að nota yfir í Inspera. Og því annars hefði ég þurft að slá allt saman inn sem hefði tekið marga mánuði. Maður var smá kvíðinn fyrir því að fara að gera hlaðvarpsþætti og fara að stjórna svona tækniborði sem var aldrei komið nálagt áður. Ég bara hellti mér út í þetta að leggja mig eftir því hvernig gerir maður þetta, hvernig miðla ég efninu mínu sem ég þekki svona svakalega vel sjálf og bara búin að vera bólakafi í fjölda ára og kannski gleymi mér í því sem ég er að segja án þess að hugleiða það hvernig er móttakarinn hjá nemendum. Ég vann 6 hlaðvarpsþætti í þessu fína stúdíói hérna og markmiðið mitt með þessum þáttum það var annars vegar að fá sérfræðinga til að ræða við mig mínar rannsóknir utanríkismál til þess að kynna rauninni fyrir almenningi og hins vegar að nota hlaðvarpsþættina í kennslu. Og varðandi kennsluna það kom mér skemmtilega óvart hvað í umræðum í tímum nemendur vísuðu oft í þessar hlaðvarpsþætti. Og ég fór nú stundum að velta fyrir mér hvort þið væri ekki frekar að hlusta á hlaðvarpsþættina heldur að lesa allt efni sem ég var búin að leggja fyrir þá, fræðigreinarnar og bækurnar. Það virtist aldrei vera þannig en það var allt í lagi því að 2 tíma hlaðvarpsþáttur Evrópustefnu Íslands, ég held að skili heilmiklu fyrir nemendur. Þannig að þau minnst í umræðum í tímum stöðugt vísuðu í þættina. Að þetta breiðist út með samanburði. Að nemendur fara að gera kröfu til þess að sé beitt samskonar eða sambærilegum aðferðum og beittir í námskeiði þar sem þeir voru mjög ánægðir með. Og þeir eru farin að gera meiri kröfu til þess að kennsluhættir eru svona svolítið uppfærðir. Þegar vorum komin yfir rafrænt umhverfi og þá vandaðist aðeins málið með hvernig við ætlum síðan að halda prófsýningar. Og af því að í Inspera þá erum við að raða með tilvíðankenndum hætti röð spurninga og svarmöguleika, þá er enginn með sama prófi. Þannig að allt inni stóðum við fram fyrir því að við þyrftum að fara að prenta allt út og þá leitaði ég eftir til prófaskrifstofu og þeir fundu leið til þess að komast fram hjá þessari randomiseringu á spurningunum. Þannig að núna er ég búin að fá, get ég leitað til prófaskrifstofu, fengið svona sýnipróf sem ég sýni á skjá og get prentað út hvernig hver og einn nemandi svaraði sýniprófi í samræmi við sýniprófið. Þannig að nú erum við komið með format fyrir prófsýningar þar sem ég get sýnt 20 nemenda próf í einu án þess að vera að prenta neitt út. Og það sem ég sé að það er langt meiri ánægja og ég er að fá heildareinkunn frá nemendum sem er svo langt herri. Og það er ekki bara heildareinkunn nemenda sem ég sé að hefur verið að breytast og farið upp á við, það er líka meðaleinkunn. Meðaleinkunn nemenda hefur stórum hækkað, pluss það eru fleiri nemendur sem byrja á námskeiðið og fleiri nemendur sem ljúka því. Aðgengið að þjónustunni hefur mér fundist mjög gott. Ég get sendt tölvupóst eða hringt og ég fæ alltaf svar innan sama dags. Mjög oft er ég að fá þjónustu samdægurs, þannig að mér finnst hún hröð. Fólk bregst mjög hratt við því sem ég vantar og mikill skilningur á því að ég sé kannski með marga nemendur sem við séu að bíða eftir einhverju eða eitthvað slíkt. Þannig að ég verð að segja að það hefur komið mér svolítið á óvart hvað það hefur gengið vel og hvað það gengur hratt fyrir sig. Fá aðstoð við að setja stúdíóið upp, einfallega bara ráðleggingar hvað menn eiga að sitja, hvar mikrofónarnir eiga að vera, hvernig á að stilla takkana og að fá síðan þegar í stað þjónustu það að senda á milli fælana í eftirvinnslunni. Því að það er að gera svona nýja hluti á grundvelli tækni sem maður þekkir ekki, það er aðeins fráhrindandi, þannig að maður þarf að komast yfir þann þröskuld. Og ég held áfram að venja komu mínir hingað og allt í einu var ég bara komin með fullt af aðstoð að ráðgjafarnir að skoða kennslukönnuna mína og benda mér á og hvetja mér áfram og þá fann ég allt í einu
hvað var þægilegt að fá einhvern annan til að skoða með þessi námskeiði og þá út frá allt öðrum sjónarhorni heldur en ég hafði skoðað áður.